Já, komið sæl. Ég heiti Ásgrímur Angantýsson og prófessor í íslensku nútímamáli. Ég ætla að segja ykkur frá nokkrum námsleiðum í íslensku og máltækni. Það eru nefndar þarna. Og byrja á íslenskri málfræði, en þar eru viðfangsefnin aðferðir samtímalegra og sögulegra málvísinda og þá sérhæfing á öðru hvoru sviðinu, íslenskt mál á ýmsum tímum og málsaga og síðan þá sérþekking á völdum tímabilum eða sviðum málsins og vísindaleg þjálfun. Námið er þannig samsett að þetta eru 120 einingar og þar af eru 60 einingar úr námskeiðum á meistarastigi í íslenskri málfræði, minnst, og síðan alltaf 30 einingar úr námskeiðum í skyldum greinum, eins og til dæmis almennum málvísindum. Inntökuskilyrðin eru BA-próf með fyrstu einkunn í íslensku eða almennum málvísindum og síðan er líka hægt að koma með BA-próf í íslensku sem öðru máli eða í erlendum málum, öðrum greinum hug- og félagsvísinda eða með B1-próf, en þá þarf að ljúka námskeiðum í íslenskri málfræði á B-stigi. Lokaverkefnið er yfirleitt 30 einingar, en það er líka hægt að skrifa 60 eininga ritgerð. Markmið ritgerðarinnar er að veita þjálfun í vísindalegum vinnubrögðum. Í íslenskum bókmenntum eru viðfangsefnin helstu aðferðir og fræðikenningar sem beitt er við bókmenntaransóknir og síðan er hægt að afla sér sérþekkingar á völdum aðferðum og kenningum. Þarna eru til umfjöllunar íslenska bókmenntir á ýmsum tímum og bókmenntasaga og hægt að afla sér sérþekkingar á völdum tímabilum eða sviðum bókmenntana. Þetta er líka fræðilegt nám, vísindaleg þjálfun. 120 einingar eins og málfræðin og þarna eiga minnst 60 einingar að vera úr námskeiðum á meistarastigi í íslenskum bókmenntum og geta verið alltaf 30 einingar úr námskeiðum í skyldum greinum, eins og til dæmis almennri bókmenntafræði. Inntökuskilyrðin eru svipuð og í málfræðinni. Það er sem sagt B-próf með fyrstu einkunn í íslensku eða almennri bókmenntafræði í þessu tilviki. Og síðan er hægt að koma með B-próf í íslensku sem öðrum máli eða erlendum málum, öðrum greinum hug- og félagsvísinda eða B1-próf, en þá þarf að ljúka námskeiðum í íslenskum bókmenntum á B-stigi. Ritgerðin vegur yfirleitt 30 einingar, en það er hægt að skrifa 60 einingar ritgerð og markmið þarna er líka að fá þjálfun í vísindalegum vinnubrögðum. Í íslensk fræði eru svona blanda af þessu tvennu, bókmenntum og málfræði, og þarna er þá fjallað valin tímabil eða svið íslensks máls og bókmennta, helstu aðferðir og fræðikenningar og þetta er líka fræðilegt nám. 120 einingar og þetta er þá samsett minnst 30 einingar úr MA-námskeiðum í íslenskri málfræði og aðrar 30 úr MA-námskeiðum í íslenskum bókmenntum og síðan alltaf 30 einingar úr námskeiðum í skyldum greinum. Inntökuskilyrðin B-próf í íslensku með fyrstu einkunn eða þá B-próf í almennri bókmenntafræði ef að nemendur ljúka tilteknum kjarnanámskeiðum í íslenskri málfræði og svo öfugt þeir sem að koma með B-próf í almennum málvísindum þurfa að taka námskeið í íslenskum bókmenntum á B-stigi. Annars er þetta sambarlegt við íslenska málfræði og íslenska bókmenntir, til dæmis hvað varðar lokaverkefnið. Við bjóðum líka upp á nám í íslensku kennslu. Þar er fjallað valdar aðferðir og fræðikenningar, bæði í bókmenntum og málfræði. Þarna er hægt að kynna sér valin tímabil eða svið íslenskra tungu og bókmennta og síðan í ofanlag að afla sér þekkingar íslensku nám og íslensku kennslu, skólastefnu, námskrá, námsgögn, læra almenna kennslufræði og kennslufræði í íslensku sérstaklega og þetta er fyrst og fremst hagnýt þjálfun, þar sem markmiðið er að verða fær að kenna íslensku í framhaldsskóla og í efri bekkjum grunnskóla. Inntökuskilyrðið eru B-próf eins og áður með fyrstu einkunn í íslensku sem aðalgrein, en það er líka hægt að koma með B-próf eða B1-próf í öðrum greinum og ljúka þá 120 einingum í íslensku eða skyldum greinum á B-stigi. Þarna tvær aðalleiðir að velja, annars vegar svokallað samsett nám og hins vegar samþætt nám og aðalmunurinn liggur í lokaverkefninu. Samkvæmt leið A þá er ritgerðin skrifuð á hugvísindasviði en samkvæmt leið B þarf ritgerðin að vera kennslufræðilegs eðlis.
en annars það þannig að á fyrra árinu, samkvæmt leið A, eru 40 einingar í kennslufræðinámskeiðum sem eru þá á menntavísindasviði, auk 20 eininga í valnámskeiðum sem yfirleitt eru þá tekin þar líka. Og seinna árið þá 30 einingar í námskeiðum á meistarastigi í málfræði og bókmenntum, að minnstakosti 10 einingar í hvorri grein og síðan 30 einingar meistararitgerð á hugvísindasviði. Samkvæmt B-leiðinni sami kjarni í kennslufræðinámskeiðum en fleiri einingar í námskeiðum á meistarastigi í málfræði og bókmenntum. Og ritgerðin sem sagt skrifuð á að vera kennslufræðilegs eðlis. Loks máltækni, en þar eru viðfangsefnin aðferðir sem beitt við vélræna greiningu mannlegs máls og nemendur sérhæfa sig þá annaðhvort í greiningu á töluðu máli eða rituðu. Þarna fjallað íslenskt málkerfi, hljóðkerfi, beygingakerfi, setningagerð, sem sagt nútímamálsins og málleg gagnasöfn sem til eru fyrir íslensku, forritunarmál og þetta bæði vísindaleg og hagnýt þjálfun sem felst í þessu námi. Inntökuskilyrðin eru BA-próf með fyrstu einkunn í íslensku eða almennum málvísindum eða þá BS-próf í tölvunarfræði eða hugbúnaðarverkfræði með lágmarkseinkunnina 6.5 og þeir sem hafa lokið háskólaprófi í öðrum greinum geta líka sótt eingöngu og þá það bara metið sérstaklega. En það gert ráð fyrir því að allir hafi tekið að minnst 10 eininga lokaverkefni. Námið þannig samsett að það eru 90 einingar í námskeiðum og 30 einingar ritgerð, líka hægt að sækja 60 einingar ritgerð þarna. Það bundið val á milli inngangsnámskeiða eftir bakgrunni, þannig að þeir sem koma úr hugvísindum taka sérstöku inngangsnámskeið í forritun, semst í iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild og þeir sem koma úr tæknigreinunum mega taka sérstakt inngangsnámskeið íslenskt málkerfi. Og það þarna samvinna við iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild og við HR og hægt að taka sérhæfð námskeið þar, eins í útlöndum. Nú nemendur sem eru skráðir í meistaranámið við íslensku menningardeild geta tekið alltaf 50 einingar við HR á þess að greiða skólagjöld. Nú tækifæri að námi loknu, þeir sem hafa lokið þessu námi sem ég var að fara yfir geta auðvitað lagt fyrir sig fræðistörf, kennslu, sköpun og miðlun þekkingar, geta farið í enn frekara nám, doktorsnám, hér heima eða erlendis. Þetta nám hér hefur þótt mjög góður undirbúningur fyrir doktorsnám erlendis. Auðvitað margvísleg störf í tengslu við tölvur, tungumál og gervigreind, fyrir þá sem fara í máltæknina. Og það má líka nefna að sérfræðiþekking á sviði íslenskra fræða og máltækni hefur alþjóðlegt gildi. Þetta ekki bara sér áhugamál okkar hér á landi. Fólk allan heim sem hefur áhuga á íslenskum fræðum. Og ég vísa þarna í grein eftir Anton Karl Ingason þetta. Annars hægt að afla sér frekari upplýsingu þetta nám á vef hugvísindasviðs í kennsluskráni og netspjallinu og þá á skrifstofu hugvísindasviðs. Takk fyrir.